Já, Ásbjörn, 11 mörk frá þér í kvöld. Þetta var samt svona erfið fæðing í 50 mínútur. Já, eins og ég var að segja þarna annars staðar. Þeir mættu okkur hörku og mér fannst einhvern veginn ekki tilbúin við það. Við vissum að þetta er hörkuleikur, afturlíkum með gott lið og við svona einhvern veginn bökkuðum út úr í, fannst mér. Og fórum ekkert að svara þeir fyrir kannski seinasta korter, þeir eru bökkunni í 6-0 og þéttum okkur aðeins, fáum hraðaflöp á þá. Við erum búin að fá lítið af hraðaflöpum fram að því í leiknum og þá svona einhvern veginn tókum við yfir leikinn, fannst mér. Svona, má alveg segja, voru kannski pínu smekið við þá? Ég myndi ekki segja smekið, en við vissum að það voru gott lið. Við erum búin að spila við, þeir eru svipað lið eins og liðin sem IR fram og við finnst einhvern veginn ekki mikill munur á val og afturhaldingu og liggja aðeins á eftir. Kannski háka, heldur hinu liðanum sem eru í efri hlutanum. Þetta er allt jafnt og þetta eru allt hörkuleikir og við þurfum bara svona leikir á heimavelli. Við þurfum bara að mæta þeim að sömu hörku og þeim mæta okkur og helst aðeins meiri. Þá hefur við verið í góðum málum. Svona, ef maður lítið tilbaka á síðustu helgi, deildabikarmeistaratitilinn, svona hlýtur að vera gríðarlega mikilvægt að vinna fyrsta leik svona í deildinni eftir fríið. Já, það er það. Þetta var svona einhverju talmynda sem við uppbyttum að móta svona, þú veist, það er hægt að taka aðeins undir það. Þetta voru hörkuleikir sem fengum og ágætis undirbúningur fyrir þetta. Og við læriðum svolítið af leiknum móti Akureyri þar og svo afturlíku aftur núna. Ef þú mætir ekki á fullu í leikina, þá er þið refsað og þú ert lengi að vinna það út úr í. Þannig að við þurfum næsta laugardag á móti Haukum, þá þurfum við að mæta tilbúni frá fyrstu mínútu. Hvað finnst þér liðið standa frá því að þú komst og eins og staðan í dag? Við erum búin að bæta svona, ég myndi segja bæta okkur töluvert mikið frá því bara svona heilt yfir leikskipulagið og svona samvinna milli tveggja manna, bæði sóknarlega og varnarlega. Við erum svona öruggar í okkar aðgerðum, við erum ekki að kasta jafn mikið af bolti frá okkur þó það verið töluvert að í dag. Og við erum komin með aðra vörn líka, við erum með 3-2-1 vörn og ofan á 6-0 vörn. Þannig að mér finnst svona bara eins og markmiðið hjá okkur var að bæta okkur jafnt og þétt, það er svona heppnast. Svo lokum, þú og Silja Úlfarsdóttir að fara í samstarf með einhverja þjálfun, getur útskýrt það eitthvað betur? Við erum svolítið að fara á stað með svona fjarkþjálfun fyrir íþróttamenn. Bæði unglinga og svo fullorðna, sem lýsir sig þannig að þetta er svona eitthvað sem okkur fannst kannski svolítið spennandi. Vinna með íþróttamennum sem eru kannski hvað maður að segja, sem vilja bæta sig, snerpur, hraða, læra ólympískar, eitthvað svona sem kemur inn á og okkur finnst það mikið fram að færi í því og ákvaðum að kýla á þetta. Eins erum við að fara á stað með úlinganámskeið, við erum að kenna svona úlinganámskeið þessi 12-15 ára eitthvað svoleiðis, jafnvel aðeins yngri sem eru svona sem við erum að kenna úlingum undirstöðunar í sem íþróttamenn þurfa að kunna. Bæði að kenna þeim að svona grunninn í styrktaræfingum og hlaupastíl og hrað og snerpuþjálfun og svo eins bara svona markmiðasetning og mataræði og smá sem við komum inn á líka. Þetta er svolítið spennandi samstarf sem við fara í gang og þetta er hægt að sjá þetta inn á siljaúlfars.is sem opnar held í dag eða á morgun. Og er þetta þá allur aldur sem þú átt við? Já, það er þetta skoðið aðeins betur þar. Það er sem sagt fjarkþjálfun er bæði fyrir 16 ára og yngri og svo eins 17 ára eldri. Við skiptum við svona í 2 hópa og tölur munir hvernig 16 úlingur æfir eða fullorðinn. Þannig að maður leitir með að maður fari og kíkja á þetta, skoða þetta, hvort það sé ekki eitthvað sem er spennandi. Takk hérlega fyrir þetta.